Í byrjun ágústmánaðar allra skemmtilegasti tíminn í Vestmannaeyjum. Það finnst að minnsta kosti krökkunum sem eiga heima þar. Einn af þeim Sigurjón, en hann fylgist áhugasamur með því sem að gerast í lundabyggðinni fyrir ofan bæinn. Þar ís og erill. Fullorðnu lundarnir bera síli í lundapísurnar sem eru nú óðum að komast á legg og að skríða út úr holunum sínum. Písurnar eru þó varla fleygar. Þær eru enn ekki komnar með skrautlegan gogginn sem einkenni lundan. Þær eru þó komnar með sterklega sundfætur, en þeirra þarnast þær sem þær fara brátt til sjávar þar sem þær halda til næstu mánuðina. En leiðin til sjávar getur verið varasöm. Því mávar sæta oft færis að hremma písurnar og nýta sér þar varnarleysi þeirra. Það því betra að bíða myrkus og samkvæmt eðlisávísun fljúga þær þá í áttina þar sem tunglið speglast í sjávarfletinum og þess vegna villast margar lundapísurnar á leiðinni þegar þær fljúga beint á ljósin í bænum. En þó þær villist það ekki svo að þær komist ekki á ákvörðunarstað. Því Sigurjón og flestir krakkarnir í bænum eru tilbúin að bjarga þeim. Þeir fylgjast með því hvar þær koma fljúgandi og leita að písjónum á öllum líklegum stöðum sem þær geta komið niður. Allir sem aka á bílum þetta leyti í Vestmannaeyjum vita að þeir verða að fara varlega. Því allstaðar eru krakkar á hlaupum og þau hafa annað að gera núna en að gæta sín á bílunum. En písjurnar vitja auðvitað ekki að allt þetta gert fyrir þær og þær reyna að klóra og bíta. Samt ákaflega gaman að vera á písjuveiði. Krakkarnir keppast að fanga sem flesta fugla því auðvitað sá mesti veiðimaðurinn sem nær flestum yfir kvöldið. Allstaðar eru hjálparlausar písjurnar og jafnvel umferðin stöðvast þar sem verið að reyna að fanga þær. Og svona þetta á hverju kvöldi í það bil 3 vikur í ágústmánuði. Krakkarnir fara þá seint að sofa í Vestmannaeyjum og að eltast við písjur langt fram á nótt. Það fyrst þegar birta fer að morgni að síðustu krakkarnir koma sér í rúmið. Þá hafa písjurnar hvort hægt sig og bíða eftir næstu nótt og næsta myrkri. Næsta dag heldur þó gamanið áfram. Þá þarf að huga að því að koma lundapísjónum til sjávar, en það sjálfsagt að lofa þeim að leika sér smástund áður en alvaran tekur við í sjónum. Því sjórinn verður nú heimkynni þeirra næstu mánuðina. Þar þurfa þær að veiða sér til matar eða þar til þær verða sjálfar megnugar að byggja sér bú í eyjunum og ala upp nýjar písjur. Og með það í veganesti stingur þessi sér á kaf.